Linda, verður hjartanlega velkomin aftur til landsins. Þakka þér kærlega fyrir. Gott að sjá þig. Gott að sjá þig. Bara, og þú ert rosalega tönuð. Það? Já. What? Alveg mjög. Fyrstu það sem þjálfurinni? Já, á með við þig. Já, að því maður sko... Mynd ekki illa. Nei, ángríns. En maður tana samt svo miklu minna þegar maður being safe. Nota sóluverð. Hugsa húðina. Já, þannig að ég eiginlega bara pínu surprised að ég hafi fengið eitthvað lit, sko. Já. En þetta kom svona á síðustu dögunum. Einmitt. Maður tana kannski ekki minna, maður tana kannski bara hægar. Já, ég er að segja það. Það er svo vant fyrir húðina að fá þetta allt í einu. Og líka, þú veist, maður var alveg svona að byrja hátt og svo aðeins kannski kúpla sig niður í sóluverðninni. Já. Þú veist, maður byrjaði bara basically með 50 og allt, sko. Já, 100%. En hérna... Ánægð með þig. Já, en jú, ég er alveg með eitthvað lit sem að ég er alveg Þú ert alveg með lit, sko. Já. Svo eftir að setja brúnkukremi yfir og þá verður þetta extra umfí. Love that. En gott að vera komin heim í teð og smá kvöld. Og líka að því núna er ég búin að ná sumrinu úr mér. Já. Þú veist, ég fekk sumar, sól, strönd, bara eitthvað. Ok, jealous með þér. Þannig að núna er ég bara til í hausti. Já. Ég er ógeðslega til í ég er bara til í því, þú veist. Ég þurfti bara að get over it að, fá ekki neitt að þessu. En ég er bara mjög happy for you. Thank you, babes. Að þú fékkst að upplifa þetta. Thank you, honey. En eitthvað sem ég mun ekki sakna á Spáni er moskítóbitin. Fyrstu mörg? Já, og líka ég er, þú veist, það fá allir bit, en það er bara mismunandi hvernig fólk... Hvort það var ofnæmisviðbrögð ekki? Ég fæ svo hrikalega ofnæmisviðbrögð. Ég er bara svona, þú veist, eins og ég var kannski með hérna á handleggnum og þá bara, þú veist, kom bara svona risastór svona... Blaðra bara? Nei, bara svona sko stórt í kringum og það er svona allt bólnaði upp, en það kom aldrei blaðra, en þú veist, það svona allt svæði bólnaði upp. Uff. Og svo fór það og þá skildi eftir marblætt. Nei. Jú. Ásti mín. Já. Þú var líka svona með lúsmi. Þú var alveg mikið lúsmi bit og ónæmi. Ég fór að hugsa ætli ég sé ekstra gómsæt innan gæslappa á bragðið út af með mjólk í blóð, eða þú veist. Hefur ekki alltaf verið svona? Ekki sem ég man eftir. Þú veist ekki með mjólk í blóðunni? Nei, ég veit það. Þú veist mögulega kannski með eitthvað hormóna en ég held að óléttakonur sé ekki eitthvað meira bitna. Nei, en ég var að hugsa eitthvað svona, ég veit ekki. Ég held að moskító sé ekki eitthvað mjólk. Nei. Ég held að sé bara, þú veist, blóðætur sko. Já, bara mín viðbröð þá greina við þessu. Kannski líka minn svona að því að með barn á brjósti kannski svona meira en að verja og þá kannski bregst það verð við eitthvað því að það var allir aðri bitnir líka sko, en það var engin með sömu viðbröð ég var bara svona þú sagðir að þú hefur aldrei verið svona áður. Ekki að ég mun eftir, ekki svona. Nei. Veit ekki. Kannski er það líka bara bólaefnið þetta eitthvað. Já, wow, kannski. Get vaccinated people. Já. En en það er eitthvað sem ég mun ekki sakna. Nei, það er kannski eina, skilja. Já. Ég hata allt bara útlend og pöddur, það er bara, Já. Hjálpi mér, sko. Bara þú svona kakalakar og eitthvað svona, skítrætti þetta. Já, ángríns. Ég mun einasti. Maður var alltaf svo þakkláttur alltaf að Ísland er einu landi ekki með moskító, svo eru komið heldur slúsmiðan og við erum enga betri. Já, einmitt. Og við erum komið tikk og eitthvað hannig. Já, oi. Það er fucking scary shit, sko. Þetta er pöttusjó. Já, pöttusjóið. En varst ekki duglega að hugsa húðina og þrjá burstuna og svona? Ég var svo sannarlega, sko. Og ég tók með mér út olíuna frá Laugarspa. Body oil, að því að það er mikilvægast þegar maður reyna á tanni að eftir maður búin með styrtu kvöldi maður er búin með sólverðn á sér maður svo smá kannski klístarar eitthvað búin að vera upp úr og ný sundlaug og svona og maður fyrir styrtu kvöldin og þá er svo mikilvægt að viðhalda rakanum í húðinni 100%. Til þess að ná að halda litnum. Já. Og þá er ég bara svona það er ekki til betri lausn en bara olíu byrja mig þú veist, að kvöldi tilskilur þannig að það var húðin verður bara crispy það steikja þess með mikið og þá flagnar mun fyrr eða þú veist ef þú þarft ekki að flagna sko. Ég held að ég hef aldrei til dæmis flagnað. Nei, en það er bara þú viðheldur raka en það er ógeðslega margir sem feila á þessu bara fara í styrtu. Ég var í styrtu og sundi ég þarf ekki raka einmitt sem er náttúrulega bara andstaðan. Já, bara vatnið þurrkaði upp sko. Sem er svo steikt pæling. Já, það tekur alltaf þrýfur alltaf fitu olíu sem að, þú veist, húðin býr til til þess að halda rakanum alltaf styrtu og alltaf skólar af þú veist, húðolíuna eina þannig að maður verður að vera duglegur að halda 100% og það sem ég gerði til þess að þú veist, ég var að því þarna með þessum tilgangi að reyna að viðhalda tanninu. Já. En það var mjög gott sko. Svo tók ég með mér út annað spreyið af Mr. Co bara til þess að hafa með og ég svona að því ég tala með eins og áður en ég fór að
maður kannski að setja á sig smá púður kvöldið eitthvað, svo maður heitt og maður kannski að bæta og mér finnst alltaf svona bustunni vera ekstra skítur í útlöndum. Ég veit ekki hvað það Nei, en ég tók bara, lítið spray með mér og var bara svolítið svona, og þetta þotnar á 1 sekundu. Ég tók reyndar ekki handklæði með en ég nota bara þvottapoka sem ég var með úti og þetta var bara, it saved my life. Og ég líka fekk ekki eina bólu. Það alveg magnað, því maður fær svo mikið af bólum að því maður alltaf eitthvað maður setja sér sólavörn og svo maður að svitna og svo maður kannski að mála sig kvöldi snerta húðina mikið en ekki eina. Það bara hlýtur að vera mista hvað að þakka ég veit ekki hvað annað ég get þakka fyrir þetta þannig að mæli mikið og ég er alveg svona vön að fá einu bólu skilur, ég er alveg vön að fá bólur þannig að þetta var mikið afrek fyrir mig. We love that. Yes. En okkur langar að segja frá að við erum með afslutakóða hjá Lauga Spa. Þannig að þið getur farið inn á organicskincare.is og skrifa inn kóðan teboðið. Þá fáið afslátt af öllum vörum, líka Kasmír og Royal. Sko, Kasmír var mikið nót úti líka. Já. Ég búið með flöskunum mína. Ég líka. Fucking hell. Kannski nýtum okkur kóðan og teboðið. 20% af öllu. Það er crazy, sko. Það er bara, það er gjöfuna og krakka mínir, jólun er að koma, þannig að jólun er að koma. Get you shopping on. Já, nei, alveg. Það er svo gott að dreifa niður jólagjónum. Já, 100%. Ég er ándjós byrjað að huga jólainnkaup, sko, já. Maður þarf að gera. Já, ég þarf að byrja. Af því að líka, þú veist, ef maður að panta eitthvað, skilur. Sérstaklega það, já. Það tekur svo langa tíma. Og mér finnst þess að með COVID út af því, þá finnst mér eins og allt sé lengra í sendingaferli. Bara svona overall, ég veit ekki hvað það er. Það er þannig. Já. Það er bara mikið álag og við vitum það. En það er ekki mikið bið þegar þú ert að panta af Organic Skincare því að þetta er á Íslandi. Og líka ég elska þegar maður bandar allir á íslenskum síðum eins og Organic Skincare, að maður getur valið bara að sækja sjálfur. Þá getur maður farið strax og sótt þetta. Þú getur bara fengið það bara náttúrulega samdægur. Nákvæmlega, sem er svo þægilegt. Já, það er æði. En topic dagsins mín kæra. Topic dagsins? Sko, fóbíur. Já. Við ræddum þetta aðeins í þættan daginn. Ég man ekki hvað það var pet peeves. Vondir ávannar. Var það ekki pet peeves? Eru búin að gera svona mikið af svona? Já, pet peeves voru annað. Vondir ávannar voru svona eins og verið með ósiðir eða eitthvað. Og svo núna er að fara í fóbíur. Já. Af hverju, einpæling, af hverju þurfa þessar fóbíur að heita svona fáralegum nöfnum? Bara eitthvað latíniskum nöfnum. Nei, ángríns, er eitthvað bara eitthvað, þú veist, freðin að bara eitthvað á svona líklaborðið. Ég er ekki reynst. Það þýðir bara að vera ræddu kongulegur. Já. Og svona, af hverju er þetta ekki bara fear of spiders eða eitthvað? Ángríns, eins og bara eitthvað svona ég er búin að googla. Hvað er, þú veist, sjaldgæfnasta fóbían? Já. Ok, eitt sem kemur hennu Ablutofobía. Ablutofía. Ertu með þetta fram mig? Ég var búin að opna þetta líka. Anskaðinn. Ég ætla að spyrja, ég láta ekki sjá hvað það væri. Ok, ég skal ekki skoða meira. Ok, en þetta er hræðslan við það að fara í bað eða veist að styrta sig. Hver áttu með það? Það er Mila Kunis og Ashton Kutcher. Það var bara djók. Það er svona no-joke þeir bara ekki börnin sína en eitt. Nei, þú voru að grínast. Já. Ég segi ekki. Það tók svo allir mjög alvarlega, sko. Af hverju voru það að djóka með þetta? Ég veit það ekki alveg. Ok, globofobía. Já, ég sá þetta. The fear of sticking peanut butter í góminn. Nei, ok, ég vissi ekki að það væri fyrir en þetta er eitthvað annað. Við erum ekki sem síðan þá. Globofobía. Nei, næsta hjá mér erum greiðlega með sikkur greinina eða? Nei, ég sko fóð bara niður að ég vissi, við erum með sömu grein en ég fóð bara neðar svo þú myndir ekki vera búin að lesa. En samt nennur að lesa hitt? Já, mitt. Það er aratibutyrofobía. Já, það er að þú ert hræddur að vera með setja hnetusmjör við góm, eða fersta hnetusmjör við gómnum. Það er endalega óþægilegt sko en já, en þú veist að fá bara fóbíu fyrir það alveg. Þú veist það er ekki joke sko að fá fóbíu. Þú getur ekki fengið peanut butter and jelly sko þá veist hvað það er þurft. Það er líka bara allt þú veist, hnetusmjör er bara best sko. Já. Hvað heldur að globofóbía er? Þú ert pínum með þannig. Er það lofthræðsla? Nei, það er hræðsla af blöðrum. Oh my god, já. Þú ert með globofóbía. Já, núna eftir að ég fekk blöðrudreifin minn. Já.
Globofóbía. Það svona fólk sem triggered af eitt myndinni eða eitthvað. Ángríns, það bara eins og hræðsla við trúða alveg að hún þing, það hlýtur eitt að kenna, sko. Já. Hlýtur að meðal annars. Og líka það líka nota í svo, þú veist, það nota til þess að skemmtubönnum, svo var það nota til að hræða bönn líka. Það meikir ekki sens. Og líka hefur ekki heyrt þarna hræðslusöguna sem átti að segja hana, bara mjög stuttu svona pínutengt trúðum að þú er heyrst þetta ykkur mann. Ég man þetta var svona saga sem gekk út allt þegar maður var yngri. Ég man ekki. Ok, stelpa sem vön að passa börn. Og hún mæti til fólk sem hún fara að passa, barnið er farið að sofa og þau eitthvað svona, já, er það ekki? Jú. Og þau eitthvað svona, þetta er bara símnúmerinn okkar, við erum bara farið að borða, þú hringir bara að það er eitthvað og hún bara, já, bara ok, ekkert mál og svo og hvort hún hafi bara aldrei passað þarna áður eða eitthvað svo leis. Allavega hún bara sest inn í stofu og horfir sjónvarpið, svo er bara svona stytta þarna, svona óþægileg bara trúðastytta sem henni finnst bara ógeðslega óþægileg. Hún er eitthvað svona, þetta er óþægileg stytta en hún reynir bara að halda áfram að horfa og er bara svona, svo hringir síminn af mér, ég minnir þess að fara rétt með söguna. Allavega þau hringja, hæ, taka stöðuna, er ekki allt í góðu og svona, bara jú, bara hann er ennþá sofandi og bara allt í góðu bara ok, og veist, þú ekki bara eitthvað náð undar? Jú, ég bara horf sjónvarpið mér er endar mjög óþægilegt þennan trúðastyttan sem er þarna. Bara, hvað trúðastytta? Nei, bara sem stendur þarna í horninu, svona, alveg svona life-sized stytta. Þau bara, við erum eitthvað trúðastyttu. Og þau segja eitthvað, farðu að náðu barnið og hlöftu út núna. Farðu upp, náðu barnið og komdu þér út. Já. Og þá var þetta eitthvað svona, átti þetta að vera eitthvað sem hefði sloppið af geðveikra hæli, eitthvað sem elskar að vera trúður. Jú, þegar maður yngri alltaf, þegar maður gist í partíu og segja svona draugar. Já, segja þessa sögu. Alltaf sama saga, maður er alltaf ekki að prættis. Já, alltaf, oh my god. En ég skil alveg að vera með fear of clowns. Já. Herru, já. En það sem ég vil vita er af hverju þetta heitir svona fáránlegum nöfnum. Ég held að þú sér með þessa fóbíu. Arithmophobia. Ég veit ekki hvað það er. Fear of math. Ántjús. Ég er það. Ég fæ bara svona ég er hrædd við stærðfræði, sko. Hver er það ekki, sko? Og tölur. Bara svona, bara svona ég veit ekki. Ég þoli ekki tölur. Nei. Ég elska tölur. Já. Ég reyndi að byrja í leik í símanum mínum sem er svona góð fyrir heilan. Þetta er ekki svo dóku, þetta er eitthvað annað. Og ég er alveg orðin aðeins klárari. Ég er búin að vera um alla spánaferðina. Já, ok. Vel gert. Takk. Þetta er svona, maður er svona að reikna. Já. Ok. Já. Við erum náttúrulega svo lélegari fast með það. Ég veit að það er máli, sko. Ég er stundum alveg svo bjáni í þessum leik en símaleikir eru underestimated. Já. Fekk auglýsingu þegar þetta púsla í símanum. What? Já. Það er svona beats the point of pústir, sant? Já, að því maður er svona að reyna að ekki verið síman. Já, nákvæmlega. Gera eitthvað annað. Einmitt. Herra, ok. Anyways. Förum við verið þetta. Þú maður fara yfir fóbíur sem stjörnunar eru með. Já. Fyrst sem ég með Kristinn okkar Stewart. Ok. Vinkona mín. Hún er ikoniophobia sem er hræðsla við hesta. Ég tengi við okkur vinkona hana. Já. Ég er aldrei þar, sko. Þeir eru svolítið óútreiknanlegir. Já, þú veist, þeir bara sparki fólk, skilur. Já. Þú veist, ef að lappa bara fyrir aftan og bara geta sparkaðið þeir langar og þú getur rótast. Já, þú getur bara, þú veist, rifbeinsbrotnað og eitthvað. Ég er bara dáið, sko. Pældi því? Já. Þú dottið að hestbaki? Nei, ég dottið að hestakerru. Já. Eða hestvagni. Systir mín dottið af hestbaki og braut hauskjöfunni sína. Það fekk sprungu. Já. Og ég datt undir og lendi undir svona hestvagni þegar ég var lítil. Þannig að ég hef ekki átt góða reynslu en í seinstu þættinum að samstarf þá fór ég á hestbak. Já. Það var alveg vel gert. Rosalega erfitt fyrir mig. Mjög vel gert. En já, skemmtilegt. Já, ég hef dottið að hestbaki líka, sko. Ég hef dottið á grindverk og líka rótast, þannig að já. Þetta er skemmtilegt. En Kristín Stúart, hún datt líka að hestbaki þegar hún var yngri. Já. Þá skilur maður alveg. Braut olnboga sinn. Hvað það er alveg vant. Það er óþægilegt. Ég held ég aldrei heyrt um það. Nei, þú þarfst að vera með gifsan að hendi eins og alltaf bein eftir það. Hvíkaðu við bökkandi. Eða hvað, ætla maður getur verið með hana svona í venjulegu. Já. Það getur verið. Tyra Banks, hún er með fóbíu fyrir höfrungum.
Já, ég skil það. Ángríns, hefur séð höfrungar eru sko savage? Já. Hefur séð myndbundaði þegar þeir eru bara hömpast á manneskjum? Já, þeir eru þekktir bara fyrir nauðgun, sko. Það ekki allir. Nei, þeir gera þetta, þeir eru líka bara svona, ég veit ekki hvað sé bulla, en Nei, ég lesi hef bara... svona heyrt þetta. Já. Ég lesi bara greinar að þeir bara, þú veist, taka hópnauðganir bara á sína líka, skilurðu. Já, í alvörunni? Já. Ég vona að þetta sé vitlaust. Já, ég vona líka. En það er líka bara til sögur að bara höfrungur sem að, þú veist, ná í fólk og fara með það neðst niður og, þú veist, basically bara... Nauðgæm? Já. Þú veist, þeir eru að reyna, skilur við. Já, þú veist, þannig. Nei, en samt skilur við, en er bara að drekka manneskjunni í leiðinni. Alltaf. Wow, það er svo fucking... Já, ég er bara eitt svona. Já, ég líka. Og svo fólk að synda með þessi fiskum. Þeir eru svo kláraðir, sko. Þeir eru greinilega siðblindi líka. Greinilega? Jésús. Ég bara skil Tyra Banks mjög vel. Já. Lægin Anton í ykkur, eða? Nei, hún segist bara fá martraðir. Shit. Dýrin. Hún er að lesa sögunar. Ángríns. Pottet. Þú veist, ég fæ oft martraðir með hákalla, sko. Líka. Nú bætist einhver lítil höfrung við lofari. Einmitt þar sem maður hélt að væri kannski safe, skilur. Já. Ég heyrst reyndar eina svona góða sög þar sem þau björguðu mannslífi. Já. Höfrungar. Það er náttúrulega ekki allir vondir, skilur við. Nei, en greinlega margir. Já. Orlando Bloom. Já. Hann er með svínófóbía. Svínófóbía? Já, hvað er það? Hræddur svín. Já. Það? Já. Það er bara gott nafn. Já, svínófóbía. Svínófóbía. Svínó. Hann er með bara fóbíu fyrir þig. Líka, þú veist, ég skil alveg pínu að vera með fóbíu fyrir svona hlutum sem eru mikið klárar en við. Hvað er það mig? Svínur alveg, þau ekki alveg talin klárar en við? Ég held ekki. Nú, já. Þeir eru klárar en hundar. Svín. Ég veit ekki mikið svín, sko. Nei, en þeir eru klárar en hundar, sko. Hvað er það? Er greiðin? Svo er bara eitthvað í svínastíðinni. Já. Mest heartbreaking moment lífsminn sem ég sá einu sinni. Ég var að keyra út úr bænum Ólafsson Ólegvöld, ég var að keyra þar. Og þá sá ég svona risastóran trukk og þá ég sá bara, það var svona grind, skilurðu. Það var svona trukk með grind og ég sá bara svín. Og þau voru bara tróðin. Ég var bara, þau eru leginn slátur á sig. Pældi því. Mér langar aðeins að gráta bara, eilju. Og líka bara láta þau vita, þau veit ekki neitt. Þau heldur bara að sé að fara í bíltúr. Já, þau eru bara að geta tróðin og eitthvað. Þau eru ekki svona vídeo sem að þau ná alltaf anda og þau eru bara að deyja og kremjast. Og ég barst það. Ok, vá. Ég er með fóbíu fyrir þessu. Já, líka. Fóbíu fyrir að með það dýr. Já. En eitt skipti þá var, þegar hann var á setti fyrir Kingdom of Heaven, hann Orlando Bloom, þá slapp eitt svín. Já. Og hann spretti, hann var svo hrættur. Fældi hvað að fyndi? Það er ekkert eðlilega gott. Já. Herru, Beyoncé með fáránlega fyndna fóbíu. Hvað það? Það er dextrofóbía. Dextro? Já, en þetta er þess að træðslan við hægri hlið líkamanns. What? Þetta er ekkert eðlilega fear of object at the right side of the body. Object? Bara? Já. Ha? Dextrofóbía. Svona, veist, hún var svona, ef eitthvað er til hægri, þú þolir ekki að hluti séu til hægri. What? Já, en það er svona samfélagið to the left. Var þetta Beyoncé? Já. Í alvörunni, samfélagið út af því? Nei, en ég meina irreplaceable. Hún hefði ekki að sungið to the right, to the right. Já, það er mikar enga sens. En það var náttúrulega bara út þegar við mögum to the left. Já. Hefði alveg mikið mikið sens. Já. Eða, veist, já. En já. Svo er Lindsay Lohan, hún er með klínófóbía. Og það þýr að hún sem sagt, með hræðslu við það að fara upp í rúm. Ha? Það er alveg versta hræðslu sem ég veist. Já, og svo er líka hægt að vera með hræðslu við það að fara að sofa. Ég tengi svo lítið. Greiði fólki. Ég er meira með hræðslu við það að vakna. Já, óngríns. Já, óngríns. En já, hún er með sem sagt klínófóbía, sem sagt hræðsla við það að fara upp í rúm. What the hell? Það er rosalegt. Gæn sem að Hanna F-öldurinn. Já. Hann er með fóbíu of heights. Hann er hræddur við... What? Hvað er fear of heights á íslensku?
loftrætur Já, já, loftrætur, það til Það loftrætur maðurinn Gerði Eiffelturnin Skrítið Akkur myndir búið til turni og verið loftrætur Bara face my fears Já, eitthvað það áhugavert sko Hefur farið Eiffelturnin Hefur fórst allir upp Ok, ég þorði ekki allir upp Fórst ekki allir upp? Ég var loftrætt sko Já, ég var hérna, kortur undir Svo komst þú og Kristín Já, þannig Já, Kristín reyndi að plata mig bara, þú útskýrði fyrir mig hvernig liftan væri ég var bara nei bara eitthvað pingu lítið lifta eitthvað ekki séns Nei, þetta er crazy sko Alveg rétt, þú varst hana þegar við vorum að Já Heliofóbía er sérst hræðsla við sólina Ok, þannig að við vitum sá sem með þessa fóbíu er vampíra og einn hérna sem er nefndur nafn sem we do not like er Marilyn Manson Hann er vampíra Hann er ángriðs vampíra Hann er líka bara ógeð en hann er greinilega ógeð vampíra Já Disgusting Ég tengi svo lítið við það bara svona fíl ekki sólaljós Hann er náttúrulega alveg goth sko Já, hann er líka bara Þú sér það alveg á honum Já, 100% Maðurinn aldrei séð sólaljós sko Hann pældi hann er vampíra Ég held það sko Jesus Új Jesus Ok Marilyn Monroe hún með fear of public speaking Herri, ég sá þetta en samt gæti hún sungið Happy birthday og engin söngkona Nei Kannski verið búin að fara svona okkur bubbly Já, smá bubbly, kannski getur maður það Já En það er alveg mjög margir með fear of public speaking og mér finnst það mjög skiljanlegur Já, ég held að ég sé með það sko Já Þáttur 105 tala í mæk en já Þú veist, já, það ekki Já Það fer eftir svona hvað maður við á livesjónu hjálpa okkur sko Við verðum bara að fá okkur public speaking Það er það sko Við erum bara með TED Talk Welcome to our TED Talk Greins Talandum Ætla ekki öll að kíkja á liveshow eða? Ætla ekki að kíkja á liveshow eða? Hæ? 19. október styttst í þetta 19. október, þriðdagur It's a new Friday Í boði B-Pro Já, við verðum mjög vel tanaðar með margum bein Ekkert eðla Og það sem við ætlum að borða fyrir og eftir sjó og þannig til að kemur að sjói er Subway Við erum að fá okkur góðan bát fyrir sko Og við erum að smaka salati Já Ég til að smaka það Fáum okkur salati Ok, svo er hérna Leyfðu mér að sjá Sko, mér finnir ég bara hérna Sorry, ég bara tengi hérna við minn mann Michael Jordan Já Hann er terrified of the ocean Já, ég tengi svo mikið Já Ég tengi svo mikið Bara almáttur kvíðakvöst sem ég fengi á í sjós sko Já Það er bara svona alvöru fear hjá mér Ég man ég á bensi Ég get alveg að fara í sjóin stundum Stundum er ég bara ok, it's fine Get verið hérna, alltaf lagi Svo allt í henni bara triggerast Já, svo bara gerist eitthvað Já. Ég man ég á bensi vorum að fara paddleboarda bara og þú veist við vorum búin að vera í sjónum og eitthvað fórum að náðum í paddleboard og vorum að fara onni og við vorum komið með þetta bara svona ég var ekki komin onni en ég sá bara einhvern veginn sjórin það var svona ekki besta veðri skilur og ég var bara nei bara ég fyrir kvíðakast sko ég var bara ekki sjens að þess að fara úti hann var bara komið meinir við vorum úti ég var bara það er ekki fucking sjens að fara það er ekki eins og ég var ekki að plana þetta en þetta er líka bara instinct og þú verður bara að follow your instinct það er ekki hægt að overkoma þetta skilur á þegar þeir að gerast nei, ekki sjens þú getur ekkert pínt mig úti ég myndi bara að fá hjarta á það sko í alvöru 100% maður er ekkert eitthvað að plana að fá þessi köst skilur því að hann bara kom með þetta alla leið þú vildir þetta á hann ég bara já en ekki núna skilur líka með paddleboard og breinbrett og allt þannig þú veist hversu algengt er það að hákallar miskilja það þessi selur skilur þú veist, ég tek ekki svona áhættur og líka, þú veist, hvað svo oft er bara paddleboarder meets a giant whale eitthvað, maður svona svona gaman ég myndi fríka út, sko myndi bara þú veist, hvað er mjög áhugaverðar skepnur en ég vil sjá það í bíóspólu, ég vil ekki sjá sammála, ég vil ekki sjá það safni og ég vil ekki sjá það í sjónum þeir með að vera í sjónum, ég vil bara ekki sjá það ég get séð það í bát, hvalaskoðun já, get það ég get ekki séð það í litlum bát hliðina mér það sem þið getur bara veltir og þú bara hvalafóður nei oh my god sko. ég tengi líka mjög mikið við hann sko já bara brútal oh my god, byrju, hérna er einhver
Það einhver, já, Christiana Ricci, ég veit ekki alveg hvað það okay. Hún, ég held að það sé hún Já, örugglega Hún deathly afraid of sharks Ok, ég þar Já. Veist, Hvað heitir svo fóbía? Það örugglega til Já, svo En það einhverjum nokkrar hérna sem líka ógeðslega bara hræddir við að vera nálægt vatni, ég tengi ekki alveg það. En það af því þau kunni ekki að synda. Já. Það rosalegt, kunni ekki að synda. Ég alveg að leika samt í Baywatch. Galeofóbía. Galeofóbía, það fyrir sharks. Já, ég með galeofóbía. Ég líka, 100%. Kræst. Nei, sko, ég man bara því ég var lítil og ég var í sundlaug. Já. Mér dreymir, mér dreymt sömu martröð bara síðan ég man eftir mér það ég í Laugardalslauginni það sem er stóra laugin þar sem fólk að synda fram og tilbaka þarna og það ekki neitt svona net eða neitt þannig ég bara þar onni, það bara blátt svo allt í nú bara mæti risastóra móti mér og ég vakna, þetta er bara ongoing ég bara, þess að finna það þú veist, ég lendi stundum ennþá í þessu en þegar ég var alltaf að kafa þegar ég var yngri maður sundgleru já þá var ég bara gæðt næst, gæðt gaman synda bara elska það, svo allt í einu var alltaf bara hvað það var hákall annað, skilur bara ímynda mér að sé hákall og þá verður svona, bara kvikast og það var bara upp úr þú veist, bara hvað að eða líka bara þegar maður þú veist, að synda eitthvað svona svo allt í einu fer maður að pæli eitthvað undir mér það óþægilegasta tilfinning maður bara svona það líka gali að finna það í sundlaug ég alltaf bara í hausnum á mér þið lifi ekki klóri, skilur þú getur ekki lifað í fersku vatni en líka bara, þú veist, ég ekkert eins hrædd við krókódíla eða neitt þannig, en þú veist, það alveg fólk út í Flórída sem lendir bara því, bara það bara ég ógeðslega hrædd við krókódíla en ég ekki eins hrædd en þú veist, en það bara þú veist ég bara veit ekki nóg mikið, basically ég hef aldrei verið encountered en því ég sé svona vídeo þar sem það bara krókódíl hún í sundlauginu og fólk í Flórída fólk bara lendir því út í Flórída það bara vaknaði, bara, oh my god, það sólur og það bara skella sér hún í reina bara svona krókódíl bara já, bara hæ hvað er það að gera í lauginu minni? Ég held í alvörunni Almáttugur, ég held í alvörunni að það myndi líðið mig í vatninu og ég myndi bara deyja hann myndi bara borða mig, sko ég væri bara hérna, I'm your food have a snack, please ég myndi ekki reyna að koma upp og ég væri bara, I'm dead ángríns, almáttugur það eitthvað, bara við, þú veist, verur í vatni þetta bara þeirra territory ég hræddi túnfisk, sko ég hræddi við bara allar ef ég sé fiskon í vatni já, með fiski þetta er bara þeirra territory eini fiskarnir sem ég get svona kannski séð og verið með í vatni eru eitthvað trúðfiskar eða eitthvað já, bara píkulitlir en samt er svona fólk sem þeir svona spa svona fiskum hvað að ykkur? það er ógeðslegt fólk ekki viðbjóður þið ángríns, þið eru alltaf að geta ykkur lifandi það er ekki eðlilegt það er líka bara allt rámt við þetta já bara greið fiskarnir, bara þrælkun já að borða ógeðslega fætunar á fólki einmitt. Ég hérna búin að sjá hvernig besta leiðin til að koma yfir hræðsluna af háklum og fara í tangu með honum já, nágrís eitt af bestu leiðinum til að overcome your fear of sharks is to swim with them er ekki í lagi með þig að það væri það síðasta sem ég myndi gera já, það væri nákvæmlega síðasta því ég myndi bara láta hann borða mig, sko ég segi bara það væri það síðast svo bara svona mörg aquarium bjóðar upp og þú getur fara að synda með hákullum þetta lætur þið vera í safe og stjórnuðu umhverfið þar sem eru hákullar sem að þú getur þá hitt og face your fears þetta er ekki hákullar sem borða fólk, skilur ég skil það, en samt þetta eru stóru fiskar, þeir eru creepy, sko en þú veist, hefur ekki séð að fólk er í Maldiveyjum eða Bahamas eitthvað sem að það fer onni í svona og það er svona fóðrað og þú ferð onni og tekur mynd af fullt af hákullum myndir að fara onni ekki fræðilegur það er bara, já, þetta er að snerta á eins og sandpapír svona, oi já, ég vil ekki snerta sandpapír nei, það er alveg vesta sem getur snert sandpapír er frá ferð og fiskur er ekki lægi eða þetta er bara sorry, ég er bara triggered ég líka, ég ákveðs mér líf bara illa, sko þetta er bara, ég fæ bara svona það er eitthvað við þetta dýr og bara sjóin yfir höfu bara, þú veist, þið þekkjum ekki 90% af þessu, ég veit ekki, bara svona já, ég held það sé 90% pældi hvað er ógslegt pældi að barnið manns myndi bara embla myndi bara, já, ég ætla að vera surfari eða já, ég væri bara með hjarta af alltaf dag ég líka, ég er í lagi með þig ég líka fólk er alveg að lenda í, þú veist, að seljur sé að ráðast það, sko já, ég er mitt svona surfarar á Íslandi ég man ekkert að viðtalið við surfara eitthvað, maður tala þannig ofta er ég bara góð til sjó og svo er hann bara kannski komið upp úr og þá er bara eitthvað risastór svona bara selur sem bara í sig bara svona vaxin svo flóðustur eða eitthvað bara komin upp úr líka
bara kíkja. Hvað myndi ég gera? Ég myndi að kýla hann og sundi í burtu, ég var svo hrædd. Ég myndi ekki að geta kýlt hann, ég væri bara... Nei, pældi að fólk bara, já, þú sér háka, þá kýlar hann bara nefi. Já, glæmitt. Ég myndi lamast úr fucking hræðslu. Já, það síðast sem ég væri bara að gera reyna kýla hann. Já, bara kýla fisk, bara risastóran fisk. Ég myndi að andlitið á hans er bara svona stórt, skilur. Væri þú bara, þess geti ekki svona kýlt manneski, skilur. Hvað þá að kýla fucking risa fisk? Sem maður getur, pældi ég að myndi opna munninu og vera að kýla hann nefi. Já, og það bara hendin inn. Skil lægi með fólk, og líka það er allir tala vá, þetta er bara hákallað þáttur okay. Ég bara verður bara að þetta er okkar fóbía er allir tala þú veist, Great White Shark hann sé bara ógeðslega hættulegur sem og hann er en hann til dæmis bítur þig svo fer hann, skilur að því að þið blæði bara út, já, þú veist, það blæði bara út og deyr, skilur en það er ekkert betra að hitta hann heldur en einhvern annan ég bara tala en ef þú hittir Tiger Shark þeir eru fucking nasty, sko þeir sko bíta þig og þeir slepp ekki, þeir saga því í sundur oh my god og meðan hinn svona glapsar bara hinn svona en pæli í svona hákalla bitum þetta er svo fucking nasty hefur ekki líka farið eitthvað sem verið að spána eitthvað svona og kefti svona bát, kannski svona hjólabát eða þannig, já, eða fyrst og það er með svona litli rennibraut og maður er eitthvað svona svo ef maður bara leynir niður og maður bara hvað er fucking pæla? Já, hvað er að gera þetta? Já, það mér óvart farið, ég getur maður verið, þú veist, í sólandaferð og ég óvart farið í sjón og ég er kannski á túr. Já. Svo er ég bara, hvað er ég? Þú veist bara hákalla beita. Já, pældi því. Já, hvað er að þér? Það lítur á fleiri konur sem deyja völdum hákalla en kallar. Já, það er að túra. Já. Ég heldur að þeir fíla túrblóð. Ég fíla bara blóð. Oh my god, sko. Svo hvað blóð það er. Já. Okay. Ég sem oft hoppa í sjóin þú veist, og svo kemur bara triggerið bara allt í henni þetta er líka sér nákvæmleins þú veist eins og einu sinni, ég veit ekki hvort ég sagt á þér þegar ég fór til Ítalíu þá fengum við bara að synda á ströndina og ég bara, já, ég gerði það bara já. Svo eftir því ég syndi, þetta var kílómetr sko, fór á ströndina og svo syndi ég tilbaka og ég bara eitthvað og og vinkarum ég var bara, ég get ekki, ég var bara, jú svo er því að bara koma upp úr, ég var bara, hvað var ég að pæla og ef maður spyr svona kapteinina bara, já, er það hákallarinn? Nei, hvernig fokkarinn myndi þið það? Já. Sjáu þið voni sjó? Nei. Í mitt. Hvað ljúga mér? Í mitt. Maður er kannski í löndum sem er eitthvað svona ekki verið mikið, en þú veist, eins og í Bandaríkjunum svona, mér myndi ekki detta til hugar að fara eða í Ástralíu eitthvað svona. Já, og þú getur gleymt í að setja tána minn og í vatni Ástralíu. Já, líka mikið kringum Afríku í Marokkó og það. Já, einmitt. Fólk er mikið á þessum stöðum sem fólk er að surfa. Þar eru hákarlanins. Já, bara hætti þessu. Hætti að surfa. Ég reyndi að fara að surfa. Ég guð mig góðu hvað ég var rætt, sko. Já, einmitt. Hvað er að mér? Ég skil það ekki. Þú veist líka, ég mæli þegar við vorum að surfa. Þú veist, það var eitthvað, við vorum að surfa bara 5 morgunin, bara á okkur eyju bara í Indonésiu. Þú veist, ég var bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað klikkur, sko. Bara eitthvað að reyna að face my fear. Og voru bara eitthvað að synda hann og þú veist, það var ekki að skrýta hann í vatni og bara, pældu ekki, náðu fyrst í greenwave-unu mínu, sem er bara eitthvað, þú veist, blue, nei, er eitthvað greenwave, það er minni alda. Okay. Það sem er svona samt ekki að stór, skilur þú. Þú veist, maður var bara eitthvað í flössinu sem er bara svona litla flössi, svona fremst, og það náðu fyrst í þannig. Og svo gaman hann, og svo komum við upp úr, hann bara, já, ég vildi ekki segja ykkur áðan en hérna, þetta sem það snerti að það var marglitir. Þannig við vorum bara að, þú veist, snerta marglitir hvert einn skipti sem við fórum með hendur honni þegar við vorum að synda. En þau voru ekki stung, eða svona... Nei, thank God. Við hefðum ekki átt að vera hana á svo mikið marglitum. Bara, Paldina sagt, ég vildi ekki segja ykkur en það var hákall náðan. Ég myndi aldrei fara aftur út í. Nei. Hann er pátt síða hákall. Þú er pátt kýlt gæjan, sko. Já, kýlt gæjan og left hákallum borða mig. Almattur. Scarlett Johansson, vinkonum okkar. Hérna, hún er með fóbíu fyrir fuglum. Já, skil það. Ég líka. Ég hata dúfur. Ég hata súlur. Já, þú hatar súlur. Dúfur eru rottur. Já, með vangi, sko. Þær eru ógeðslegar. Já, það eru viðbjöð. Það er mig alveg veru allt það. Ég vil ekki að það er útrýmist henni slíkt. Sama hákalla, þú veist. Já. Ég var ekki verið með þeim, skilur. Nei, 100%. Það er bara það. En já, sammála. Súlur eru bara my worst fear. Já, hvað var eftir ástæðan baka það? Það var uppstoppi súla heima. Alveg rétt. Og ég og Rebecca sérst mín, við vorum bara, þú veist, hún var verri en ég, sko, en ég var alveg slæm. Ég þurfti alltaf að vakna með henni og nóttin til að fara að pissa þegar hún litlar. Og ég þurfti að ná ég viskast ekki og henda yfir hann svo hlupið saman á klósti. Akkur myndið ekki þessi súla vera fjarlæða heimilinu?
pappi var bara skittar skilur og það var bara fullt af uppstofum fyrir fuglum sko, en þetta var versti fuglinn, súlan og núna þegar við báðar sjáum súlur fríkugút sko og þetta uppstoppað á mörgum veitingastöðum ég var að segja þegar við fórum að þjóðhátíð fyrir 2 árum síðan að þá erum við búin út að borða og ég held að hafa verið ég segi eitthvað svona fugl og þú bara triggerast ég hljóp út sko þú bara, þetta fucking súl, ég bara, hvernig veistu hvað það heitir ángríns, nei sko að með hvað ég hata fugla, þá veit ég furðulega mikið það sko ángríns, mér fannst þessu áhugaverð, það er samme hákalla ég er ógeðslega hrædd og ógeðslega áhugaverð ég elska að vita meira það skilur og það er þannig með fugla líka ég vill vita eitthvað ég sko fyrir heim og horfi á hákallabíómyndir til þess að fræða mig meira þetta ógeðslega dýr sem ég hrædd hvað get ég gert til þess að ég veit að saman hvað ég les varðandi hvað ég get gert að muni ég ekki gera það en þú veist, það er svo áhugaverð vera og þetta sé bara, og segja riselur sé ekki til hafið ég séð fucking hval og krokodíla og eitthvað, er þetta ekki fucking riselur? Nei sko, ég trú því bara að þú veist, riselur sé bara hvalin nema evolved, bara komin upp á land og krokodílar krokodíl bara verður örugglega risala eftir miljón ár skilur það verður stækkar ói, pælti, 40 metra flóðast er fokkin hættilega sko þeir drepa flesta held ég þeir er hættilegast dýr í heimi líka, þeir eru ekki séð vídeo en það sem þeir eru að synda og svona með hálf svona upp úr þú veist það var bara speedboat bara fullum gangi svo kemur bara flóðastur upp úr hann bara að synda hraðar en báturinn sko þeir synda fokkin hratt what? Og líka bara ef þið hafið ekki séð Blackfish myndina álmátturinn ég veit ekki hversu oft við höfum talað þessa mynd bara uppáhaldsmyndi mín sko en sama tíma bara er ég hrædd að horfa á hana sko það er ángríns og þetta er ekki dýr sem eru þú veist, þetta eru dýr sem eru svo margfalt klárar en við krakkar ángríns 10.000 sem klárar þeir eru með tungumál sko þeir eru með einn tungumál og það er bara að vera að fanga við erum að tala háræðninga það er bara að fanga þá og setja það í ykkur skemmtigarð please þennan að horfa á Blackfish Blackfish, bara besta mynd sem ég sé 100% og aldrei farið SeaWorld nei, aldrei saman hvað Nicole Kidman er með fóbíu fyrir fiðrildum ég get alveg hort á fiðrildi en ég myndi aldrei moth, veistu hvað moth er? Nei, ég ætla að googla nei sko, veistu hvað ég sá daginn, moth þetta er svona ógeðsleg fiðrildi what the fuck? Og veistu hvað ég sá? Þetta er í útlöndum en veistu, ég fann þetta heima hjá mér á Íslandi? Já þetta sest í föt þetta er þekkt fyrir að elska föt og mamma baði mig að setja þvottinn inn, hún er í útlöndum þannig ég ætla að fara út að ná í þvottinn og ég tek upp eina peysu þar er þetta motherfucking fyrirbæri ofan í fötunum ég hef aldrei séð svona áður er það stórt? Þetta er alveg svona stórt sko nei jú þetta er okay, alveg, kannski svona ég er að gera kannski svona 10 cm á breidd þetta er alveg stórt sko nei, þú veist ekki alveg 10 þetta er alveg 10 cm sko 10 cm er sko svona nei, ok, ég lefum með Natty Queen en nei, það kom frétt þetta að það var einhver annar sem fann svona og þetta var alveg, hún sagði alveg held ég að vænginu var svona 5 cm sko ég man eftir, ég googlaði þetta fulli að ég veit ekki akkur ég vissi hvað það hét þetta er sko með ógeðslegt andlit þetta er viðbjóði sko og hvað var það á lífið það? Já, ég tók ekki fötin inn sko nei, það er ekki bara mamma glemdi þessu þetta er sko, þetta er eins og okkur Pokémon já, þú segir það og þetta er alveg svona loðið, þú sérð alveg þessu loðið og svona stórt ég tengi svo lítið við að líka þú veist, vilja eiga pöttur hvað er það? Það er ógeðslegt Hófí vinkun okkar henni langar ógeðslega mikið í eitthvað kónguló ok, gangir vel að fá Jói heimsókn Jói myndi aldrei tala hann aftur sko Jói það er eitthvað tegund mestu fóbíu í heimi Gunnar líka Gunni bara, hann sko, en Jói ef hann hlusta núna þá er hann búin að slökkva af því að ég sagði kónguló þetta er það slæmt sko þegar fólk er ekki að djóka með þetta við hann ég er bara ekki að fucking hættu í kýlegi sko af því að Jói fyrir bara kveða kast sko nei, henni langar að eiga eitthvað kónguló, ég man ekki hvað hann heitir og hún var sko tarantúla nei, þetta er eitthvað svona cute spider, eitthvað það er ekki til cute spider þetta er eitthvað svona, hvað heitir hún heitir eitthvað ógeðslegt það er til svona teiknumynd líka Lucas the Spider er þessi teiknumynd eða eitthvað þannig, ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þetta Lucas the Spider
Og þetta eitthvað svona loðin tarantúla, sko. Þetta bara... Jumping spider heitir þetta. Já, eitthvað þannig. Henni langar allan í þannig. Új, bara. Ég veit það. Hún bara, hvað meinar þessu sæt? Ég var bara, Hófí, þú ert ekki í lagi. Líka hún, fór inn sinni... Sæt? Új, bara stað. Hún fór líka inn sinni í... Oh my god, það var eitthvað bóð sem hún fór í þegar við byggum í Englandi. Ég var enda farin heim og hún var enda þá úti. Og ég man ekki hvað þessar... Herðu, þá var hún sérst hjá okkur í vinafólkisinu og þau áttu annarkvært rottu eða mús og hún bara halda þeim og klappa þeim. Þú veist, ég tengi alveg að vera dýravinur en eitthvað verður maður að leggja línuna, sko. Ég elska dýr, sko. Ég líka. Það hljómar ekki þannig að með við hvernig tölum, við erum búin að drulla öll dýr sem að við... En þú veist, ég samt fyrir ekki að klappa rottum eða mís. Eina rottan sem ég elska er Ratatouille. Já, einmitt. En hét ekki Ratatouille. Hvað hét hann aftur? Það ekki. En það er alltaf geggjumynd. Áframgak. Ég tengi bara lítið við það að vilja eiga pötur. Já, og þú veist, mís og eitthvað. Ói. Veist það, sorry. Og slengur og... Ói, nei, slengur er ógeðslegar. Já. Það eru viðbjóðslegar. Já. Það fríka mig út, sko. Hvað myndir að gera með sér snák? Hérna inni núna? Já, ég myndi deyja. Ég myndi bara leggja sniður. Og ég myndi bara leggja til liðina á henni svo hún getur stækkað sig með líkamann. Hefur ekki heyrt þarna söguna gæjan sem átti slöngu? Jú. Ok, fyrir þá sem ekki heyrt þá sagði sem gekk gæja sem átti slöngu sem vaknaði við það. Já, hann var bara slöngu og þú veist, langa fílaði ekki mikið að sofa upp hjá honum. Ekkert eðlilegt við það? Já, bara mjög skrítið. Bara já, hún kúrur upp hjá mér, já, þetta er bara hundur. En hann var alltaf að vakna við það, hún var alltaf, þú veist, að leggjast bein við hliðina á honum. Hann var bara skrítið eitthvað, akkur leggst hún alveg bein og svo fór hann bara eitthvað nokkur til að setna að tala við eitthvað og bara, akkur heldur að snákurum eins að gera þetta? Bara já, hún er að gera þetta til þess að lengja sig til þess að vita hversu stór hún þarf að vera til að borða þig. Þú er alltaf bara að geta það lifandi fíblið. Hætti að taka svona dýr og halda þessu gæludýr. Þetta er ekki gæludýr, þetta er fucking rándýr, sko. Já, hætti þessu. Já. Fucking viðbjóðslegt. Líka bara, og þú veist, svona dýr sem eru svona á klúbbum þegar maður BSM á Magaluf. Það var bara að risa svona slanga. Og fólk var að taka mynda sér. Svo veit maður bara að þessi slanga er bara drug. Það er eina ástakanum ekki fucking að kirkja þig. Já, en hvað rennur aðeins af henni? Já, þú veist líka bara ekki vera að druga dýr og nota því svona. Nei. Myndirðu taka upp svona snák? Nei, ekki séns. Mér langar ekki að snerta þetta. Mér langar ekki að vera með þetta nálægt mér. Það má bara vera í Amazon skógunum. Já, bara það sem það hafa heima, skilur. Og ég vil bara sjá svona heimildamynd með David Attenborough og tala þetta, skilur. Já. Þannig vil ég vil ekki sjá það, þú veist, ógíslegt að sjá bara svona vídeo á Facebook þar sem maður bara slanga ráðast á hund, skilur. Új, nei, ég vil ekki sjá það. Nei, það er ógíslegt. Ég vil bara sjá það in their natural habitat. Ég vil ekki sjá það. Ég vil bara snákarnir mig að bara vera eitthvað þar sem ég sé það ekki. Nei, ég er að tala um svona rándýr, skilur. Já. Eina skipti sem ég vil sjá þau er bara í David Attenborough mynd, skilur. Það sem er verið að tala Já, hann er bara nærra þetta. Já. Ég er að tala um það. Ok, thank you. Oprah Winfrey með fóbíu fyrir tyggjó. Já. Það er spyr. Allan sem er fóbíu fyrir, þú veist, tyggjó hjá öðrum, að fólk sé að smjatta eða bara getur ekki verið með tyggjó út af áferðinni. Já, hún talaði um sko aðalega að byrja þetta út af því að, þú veist, ammenar var, þú veist, ofta taka tyggjó sig og setja á, skiluru, náttborði eða, þú veist, skáp eða kommóðu eða eitthvað þannig. Og ég held að sé mér bara svona, þú veist, sjá bara svona tyggjó úti og á hlutum og undir borðum og eitthvað, henni finnst það ógeð. What? Þetta finnst mann eða ógeð en ég er ekkert ekki með fóbíu fyrir því. Nei. Angelina Jolie, fyrrandi eiginmann hennar, Billy Bob, sem var með tattoo. Já, og var að gema blóð úr. Já, hjálp. Hann er með fóbíu fyrir svona antíkum, svona húsgögnum. Já. Hann bara getur ekki verið í kringum bara svona antique furniture. Hann hlýtur að vera bara þau skegna eitthvað. Það hlýtur eiginlega að vera. Það sér bara alltaf söguna bara frá svona antíkum. Það hlýtur að vera eitthvað svona meira, já. Eitthvað meira svona yfirnáttúrulegt. Ég hugsa það að því að fyrir af antík, já, það hlýtur að vera. Já. Matt Damon, vinnur okkar, hann er líka með fóbíu fyrir snákum. Skiljanlega. Mér finnst að flestar þessar fóbíur tengjast dýrum sko hjá þessum stjörnum. Já, af því að, þú veist, það er svo ógeðslega svona, það er ógeðslega skiljanlegt.
Johnny Depp með, þú veist, fyrir trúðum eins og tölum hann. Já. Oh my god, Morgan Freeman. Nei, Martin Freeman, sorry, ekki Morgan Freeman. Martin Freeman, gæn sem leikur í Hobbit. Hann var bara allt annað maður. Hann og ég sá fyrir Morgan Freeman þegar ég var að lesa fyrir og núna meikar það meira sens að ég veit það ekki. Ég sé ekki fyrir mér Morgan Freeman vera með þetta fyrir. Martin Freeman með fóbi fyrir að kapna eða bara tjóka, skilur já, vá. Kapna á einhverju og bara alltaf þegar hann að skera avokado og sér steinin þá hann bara ímyndað sér að hann sé fastur í kokinu á honum. Pældi hvað það mikið bara svona mikið ganga hausna. Það eins og því með hákallara, skilur við. Í sundlaug, já, nákvæmlega. Pældi hvað þú bara að skera avokado og þú bara oh my god, avokado. Ég geti kapnað á þessu steini og hann fer einhvern veginn upp mig og shit. Új, þetta er alveg óþægilegt. Pældi að vera með trefil sem kannski svona aðeins á þröngur eða þú veist, eigum við gælt peysu sem er svolítið þröngt, hálfsmál, skilur. Shit, þetta er alveg mjög. Það sagði bara að þetta er sérstaklega með avokado. Pældi að hrættu avokado, ég elska avokado. Já. The fear of avocado. Matthew McConaughey hann er hræddur við svona svona snúningshurðar. Já, skil það. Matthew McConaughey hann er líka hræddur við öll svona göng og tunnels og þannig hann er með claustrophobia þá örugglega. Já, fear of revolving doors. Já, ég líka svona sko. Já. Ég get ekki ímynda mér að ég hugsa bara skríði gegnum eitthvað þröng göng, skilur. Nei, einmitt. Ég bara frík út, sko. Já. Það er alltaf mjög þegar það var eitthvað svona, þú veist, leikdót þegar maður yngri. Já. Ég meikaði ekki, sko. Nei. Új. En Liam Payne úr One Direction, eða fyrrum One Direction, hann er hræddur við skeiðar. What? Já, sérstaklega skeiðar hjá öðru fólki. Já. Hann fæ bara svona fóbíu fyrir hann finnst skeiðar bara ógislegar. Hann veit ekki, að því hann segir bara hann veit ekkert hvað fólk er að gera við skeiðarna sínar. Og hvað heitir maður að gera hann að borða súpu? Borða, já. What the fuck, hvað skrítið? Já, en samt skilur það er eitthvað svona meira intimate að borða með skeið heldur en gafli. Fattarðu mig? What? Ef þú pælir í því, þú borðar með gafli og þú bara býtur í matinn og tekur hann af. Ef þú með skeið, þá ertu eitthvað mikið bara meira upp í já, og þú sleikir hann alltaf, skilur við. Það er svona meira svona já. Það er alveg meira nasty fyrirbæri, eða þú veist. Já. Eins og með Joey. You lick and you put. Þú veist þegar sleikti skeiðan og setja beint á henni. Já. Double dip. Fucking nasty. Megan Fox er með hræðslu við þurran pappír. Það er alveg tissue eða pappír. Bara blað. Já, basically. Hún segir að, þú veist, hún tala um það hjá Jimmy Fallon, að ef hún til dæmis lesa handrit sem hún þarf auðvitað að gera því hún leikuna, þá er hún alltaf með vasklas og hún dippar puttunum sínum onni og Já, þeim getur ekki snersta. Já. Og snýr. Új, þetta er frekar að vera fóbía fyrir blautum pappír. Já, ég líka. Hvað er ógeðslega um blaut pappír? Ekkert, en þú veist eitthvað, dippa puttunum til þess að geta komist yfir á næstu blaðsíðu. Já, what? Það er það fokkin skrítið. Það er skemmtilegt. Áhugavert. Já. Þú með eitthvað meira? Slukat P. Diddy, music gæinn. Já. Rapparinn og söngvarinn. Hann er með pótofóbía. Það er, hann er hræddur með fear of að tá númer 2 sé lengri en hinn. Já. Er hann með fear of það bara hjá öðru fólki þá? Pótofóbía. Oh my god. Og hann var ekkert með í viðtali hjá Jay Leno og þá var annar gestur líka, Kate Beckinsale, og hún sýndi honum tærnar sínar og hann bara fríkað út. Bara það bara uppgötaði hann fyrir eða eitthvað? Akkur var hann að sýna hann tærnar sínar? Ég veit það ekki. Pótofóbía. Það er allt til. Já, það er allt til. Kylie Minogue, þú að segja nafnið hennar. Söngkonan. Já. Hún er með fóbíu fyrir herðatrjám. Já, ok. Hún fílar ekki hljóðið þegar hún hengir upp. Það er eitthvað ískur svona. What? Það er alveg sem að næst í hljóðu. Já. En pætið þú getur ekki verið að shoppa. En þú getur alveg með plast. Já, hún er alveg með þannig. Spes. En hún samt frekar, þú veist, brýtur saman föt sín heldur hann hengið upp.
Kannski fílar hann ekki heldur plastliðu. Nei. Það er spes. Bara uppgöt og svona. Einmitt. Að þú veist, þetta sko fear of, þannig að þú ert basically hrættur við. Bara eins og við með hákarla, skilur. Og hún bara hrætt við herðatrí. Já. Hún bara, Jake Gyllenhaal. Já. Hann hrættur við ostriches. Það ekki strútur? Jú, það ekki? Held það. Þeir eru creepy, sko. Þeir eru stór hættuleg, þeir sko gugga hausinn. Þeir getur hlaupið, sko, þeir eru með fætur. Þeir eru ekki með svona fuglafætur. Þeir eru með full-on fætur, sko. Þeir eru stór hættuleg, sko. Þeir geta sprett. En hann fekk þessa fóbíu þegar hann var í tökum fyrir Prince of Persia. Og það var, af því það var alltaf, þeir voru alltaf að segja við hann, ekki segja neitt, engin hljóð í kringum strútana. Þeir munu, rífa úr augun og rífa hjarta á þér, ef þú gera það. Það var skiljanlega hrættu við þetta maður. Pældi að vinna með þessu. Já. Ég myndi alveg hann segir að þeir lúka svo saklausum þegar það ekki, sko. Já, nei. Pældi ég bara hvað myndi bara gogga úr þér augað. Ekki lægi eða? Hjartað. Ói, það er eitthvað augar sem er verra. Já, þetta deyrið við hjartað. Já, það mitt. David Beckham, hann er með ranitafóbía. En hann sérst hræddu við froska. Já, ert þú hræddur froska? Ég er ekkert fan af þeim. Nei, ég er ekkert fan, ég er ekki eitthvað. Ekki hrædd það? Nei, ég veist ekki þetta er svo hákarlana skilur eða eitthvað þannig. En ég vil ekki vera eitthvað ein með froskum. Nei, og ég fældi miljón froskum bara eitthvað. Já, ég var alveg góð, sko. En svo finnst mér Channing Tatum, hann er með einræðslu sem ég skil alveg. Það er Channing Tatum. Segjum að það, segjum ekki Channing Tatum. Ég las þetta bara einhvern veginn. En hann er með hræðslu sem að ég get alveg tengt pínu við. En það er pedophilia. Og hann er sérst hræddur við dúkkur og þá sérstaklega svona porselin. Já, sammála. Þær eru ógeðslegar. Ég get ekki sofið, ímyndaði líka svona hótel sem eru bara með þannig þemaherbyggi. Bara ekki lægi með þið. Fólk sem safna svona bara eitthvað, þú veist, elska drauga eða eitthvað, sko, þetta er allt haunted. Þetta er allt haunted. Allt. Ég fór að maður því ég var á Akri í Set Story. Já, það var ógeð. Já, fór eitthvað svona leikfangasafni eitthvað ógeðslega sem ég gert. Ég bara í 5 Þetta er eitthvað haunted samt, sko. 100%. Það er vel rýmt. Vel rýmt, sko. Rýmt. En Rita Ora, hún hræddur klósett. Já. Það hlýtur á mjög erfitt líf. Já, en hún er bara svo hrædd að því að þetta er bara rör og þú veist ekkert hvað getur komið, hvert það fer. Reyndar. Hvað getur komið upp úr? Reyndar. Ég er hrædd við klósettinn í Flórída til dæmis. Já, ég er mjög hrædd við klósettinn útlöndum. Ég er alltaf bara... Ég var alveg heyrt að slöngur komið. Já, býti rassinn. Já. Það er ekkert ógeðslegra. Þú ert svo ógeðslega vulnerable þegar þú ert á klósettinu. Já. Og þú veist það er ekki komið... Oh my god, sko. Nei, ég get ekki. Ég er að fara að pissa úti alltaf í útlöndum. Já, ég skil hann alveg vel. 100%. Þegar fólk er alveg, þú veist, þess að maður heyrði að það sé þannig að þú veist, fólk kaup sér snáka og krókódíla og svo þeir eru stórir að styrta þeim niður. Nei. Jú, þeir náttúrulega lifa bara og fara bara skríðandi bara inni í göngunum. Þannig að þetta er ekki joke, sko. Nei, ég myndi vera með eitthvað svona sikti á mínum eða svona, þú veist. Hvað er alltaf sikti? Já. Fuck. Ég bara hætti að stunda það. Já. Maður pissa bara. Já. Og kúkar úti. Já, kúka úti. En það getur líka eitthvað betur ég rassan það. Mér reyndar. En bara, verð bara búin að afmarka eitthvað svona kúkasvæð. Án gríns. Þetta er engin lausn. Kannski bátaklósett. Getur alltaf bara að fara í snekkina en og það fara það ekki bara beint og sjáin. Nei, það er ekki. Hvað pæling? Eða bara hjólísi. Þú tæmir það bara ekstra. Já, tæmir það, já. Það er bara besta lausnin fyrir þessum... Ég hugsa það. Já. Það er mjög ólíklegt að ég var að skriða upp í hann gæti ekki að samt. Líka bara Ástralíu, ég er bara hrædd Ég er bara fóbíu fyrir Ástralíu, sko. Líka, veistu, mér langar gríðilega. Já, ótrúlega. En það er svo margt sem heldur mér aftur. Það er ekki kóngulómar, sko. Já, nei, það er ekki for real. Jú. Bara Google Rain of Spiders, Australia. Ég er ekki grín eftir þér. Það rignir kóngulóm? Já. Nú er ég ekki alveg. Spider Rain. Við erum búin að tala um þetta einhver þætti, sko.
There were thousands, even millions of spiders that fall out of the sky at once in Australia. Það ekki... Hvernig fokkanum gerist það? Þetta eins og eitthvað sci-fi hryllingsmynd, sko. Új, ángríns. Ok, við erum að lesa bara gætt mikið þetta. Já, sorry, bara... Það þeng í Ástralíu, það bara spider rain. Já, þú ert bara selja með minna ekkert mann kíkja á einhvað, sko. Já, og nei, það líka risaeðlur það, sko. Það svona risaeðla, bara, basically. Sem bara, ég horfði okkar heimildamyndum með svo eðla því ég var svo interested. Hún bara huge. Hún leipur fucking rætt. Eðlur ókslega líka, sorry. Já, en sérstaklega risa eðlur. Já, fyrir út, já. Giant, mannst ekki sendið ekki við TikTok af þessu? Man ekki. Það var bara svona risastór eðla. Þetta var í Tælandi og hún var bara inn í búðinni. Ég sendi þetta ekkert í mann. Giant lizard. Hvað gerir maður þegar bara risastór eðla? Já, what the fuck? Hvað heitar það þér? Eitthvað, giant lizard takes over store. Já, já. Og þetta er svo fucking stórt, þetta bara tekur upp alla hilluna, sko. Þetta er bara basically fucking dinosaur, sko. Já, 100%. Pældi þessu. Þetta ekki, dýr svo mögnuð á saman tíma svo ógisleg. Ég horfði líka ekkert á svona the most dangerous animals in the world, eitthvað. Og já, ég sé þessu. Komodo Dragon heitir þetta. Ég að horfa á myndbandið sem hann í búðinni. Já. Og hann bara klifur upp, sko. Hann klifur upp fucking búðahillina, sko. En það sem ég að tala með þetta Komodo Dragon. Þetta er ógislegt. En já, ég ætla að segja, ég var að horfa sérst á eitthvað svona 10 most dangerous animals eitthvað sem var Netflix eitthvað mann. Já. Það var svona 9 af 10 Ástralíu. Já. Og þessi Komodo Dragon sem ég er að tala hún er fucking huge. Hann er fucking 91 kíló. Það er alveg massíft. Já. Það skeppna, sko. Það er bara svipa og risastór elgur, sko. Þeir eru stórir. Getið ímyndið hvað þetta er fucking sterkt fyrirbæri. Ekkert, já. Herri, við erum konar í eitthvað byll, sko. Herri. Vá. Við vonum að við erum að setja triggervarning á þátt. 100%. Af því ég var alveg triggered. Já, ég líka. Og líka vorum að tala kannski, fóbi sem fólk er með. Já, ég segi það. Eins og, kóngleir og fólk er ekki að djóka. Túða og eitthvað, já. Hjálpa okkur, ok. En við þurftum að taka eitt svona, því það styttist í spooky season, þannig að við þurftum að taka eitt svona það var gaman að ræða þetta, skilju. Við erum ekki þar að við getum ekki rætt þetta. Nei. En það er gaman líka að tengja við fólk með þetta. 100%. Eins og þegar ég fór í bíóblæðir podcastið þá, þetta við áttum að vera bara að tala um Marvel-myndir all tíman. Við fórum mjög í svona 30 mínútur spjall um sjóin, sko. Bara fóbíinu við sjóin. Þegar fólk er bara, fólk er að tengja, sko. Já, ég held að það sé rosalega margir með okkur þarna. Ég held það líka. En krakkar, kæru tepúðskestir, við sjáum svo live-sjónu, sko. Já, við erum frá sjást þar. Já. Það styttist í þetta. Ok, spennt. Við erum á text.is, komum að vera með okkur, við lofum sko helluð sjói, þar sem að við tölum ekki um fóbíur. Nei, við skulum nú að vera mjög snirtilegar. Já. Vel til hafðar. Mjög vel til hafðar. Já. Herru, við ætlum bara að plana outfits. Ok, bye. Bye.